það eru þessi 3 hópar hérna af elementum sem eru oft mikið notuð, þá töflur, listar og form. Töflur, eins og nafnið gefur til kynna, notum við þegar við erum að vinna með töfluleg gögn. Það getur verið bara töfluleg gögn, eins og þegar við notum eitthvað spreadsheet forrit eins og Excel eða Google Spreadsheet. Hvort sem það eru skráningar, listar af hlutum, samantektir af einhverju, alls konar. En þetta er bara skilgreint í svona töflumódeli sem segir bara hvernig töflur haga sér með tilliti til HTML. Og þar notum við ákveðin töflu element og table notum við til þess að umlíkja töflun okkar og skilgreinum þá að við séum að búa til töflu. Innan þess getum við haft sem caption sem fyrsta barn eða strangt barn innan töflu, ekki lengra inn, sem lýsir þá gögnunum sem þá caption sem segir til bara þetta gögn hvað. T-head fyrir fyrirsögn eða fyrirsagnir í haus á töflu sem þá fyrir til dæmis lista af dálkum. T-body fyrir meginmál og T-foot fyrir samantekt, til dæmis samtölur í lokinni eitthvað svoleiðis. Síðan þegar við erum að vinna með actual töflugögnin þá þetta bara í tvívíðu formi. Við erum með dálka og raðir. TR, table row, þá fyrir röð af þessum reitum sem verður þá að matcha síðan við dálkaheitin okkar sem þá fyrir skilgreind í TH sem table header og þau geta komið fyrir bæði sem bara exclusively í fyrstu röðinni til þess að skilgreina bara dálkaheitin okkar en síðan geta þau líka verið í flóknari töflum sem fyrsti reitur sem þá heiti header heading fyrir röðina sjálfa eða ef við erum með ennþá flóknari einhvern veginn innan raðarinnar, ef við erum með töflu sem með einhvern veginn að skilgreina innan sér svæði sem vísar í eitthvað annað. Síðan TD eða table data fyrir bara reit með einhverju gögnum í. Við erum síðan með attributes þegar við erum þá sérstaklega að vinna með svona flóknari töflur. Við erum með call span og row span sem segir bara hversu mikið á þessi heading eða data reitur, hversu mikið á hann að spana, bæði eftir röðum eða eftir dálkum. Síðan erum við með scope sem segir þá til fyrir table headingið hvað á þetta heading við. Á þetta við röðina eða dálkin. Og svo erum við með fleiri þegar kemur að því að skilgreina svona flóknari töflur en yfirleitt það með töflur, ef að taflan mjög flókin þá ættum við fyrst að reyna að einfalda gögnin, einfalda framsetningunum gögnunum og ef hún í alvörinu flókin og við getum ekki gert neitt þá þurfum við að dýfa okkur dýpra onni þetta og skoða hvernig við gerum þetta eftir kúnstarinnar reglum. Þannig að hérna er einföld tafla sem við skilgreinum hérna sem table, þá erum við að hugsa þetta sem einhvern reikning og reikningurinn á sér raðir sem þá hvert item á reikningnum og hérna skilgreinum hver dálkur fyrir reikningin og hér getum við verið með einhvers konar svona row group sem segir þá að það sem kemur hérna eftir í grúppa af röðum sem eiga við þetta hérna heading. Þannig að það er svona aðeins að fara sig yfir í að vera eitthvað flókið og síðan erum við hérna með heading sem segir til þessi hérna röð, þetta er headingi á henni. Þannig að ef þú ert að horfa á þessa hérna röð þá er þetta sem segir til hvað hluturinn er. Þetta er síðan lýsing á hlutnum. Þannig að þá sjáum við að vafrinn að birta þetta með feitletrun, alls það sem við erum með þetta TH. En síðan hvernig þetta síðan túlkað síðan svolítið bara okkar að lesa út úr þessu og okkar sem höfundar að birta þetta þá með CSS til þess að það make sense. Af því að töflur sem eru flóknar og eins og ég segi, best að hafa bara ekkert flóknar töflur. Svo erum við með lista og þeir eru þrenns konar. Við erum með raðalista sem eru með OL sem stendur bara fyrir ordered list, UL sem lýsir óröðum lista og síðan fyrir þá þessi bæði element erum við með LI elementi sem skilgreinir list item sem þá bara element undir þessum elementum. Svo erum við með DL sem lýsir description list og þá til þess að útfæra það sem við erum með svona name value pair eða nafngildis pair. Það sem við erum með eitthvað term og eitthvað definition, eitthvað name og eitthvað value, eitthvað key og eitthvað value eða hvað sem við kallum þetta. Það sem er yfirleitt eitthvað svona hvað er höfundur, þetta eru höfundarnir, eða einn höfundur og svo framvegis.
Síðan erum við oft í raun að nota ul með nav elementinu til þess að skilgreina valmyndir og þá er aftur búið að sjá hérna, ok, ul er afskaplega oft nota bara til að skilgreina alla valmyndir og öllu vefjum. Það eru yfirleitt í svona 90% tilfella það markaðar upp þannig að það er ul með li sem er með a elementi inni. Þannig búum við til alla valmyndir og svo notum við bara CSS til þess að byrta þar alls konar. Og þá var bara okkur, hei, búum bara til nýtt element sem heitir menu sem að hafa sér nákvæmlega eins og ul nema semantíkin í því er að þetta er menu. Þetta er einhver valmynd sem er hægt að interakta við og þá er þetta, getur lesvélar eða eitthvað svoleiðis túlka það öðruvísi en ul sem er bara listu upp einhverja hluti sem er ekki tengdir valmynd. Þannig að þetta er svona pattern sem við sjáum afskaplega oft þegar við búa til valmyndir. Svo erum við með lista hérna, þannig að við getum skoðað hvernig það hafa sér hérna. Þá er aftur bara með valmyndina hérna og án þess að það sé nokkuð gert þá er hún bara birtist hún svona. Hún er bara síða og önnur síða. Ég get farið á þá síðu. Hún er ekki til hérna en ég get gert eitthvað. Svo erum við með OL og OL er líka með sem sagt, 3 attribute. Það er með type sem segir til mér hvernig talið er talið með rómverskum uppercase eða lowercase, notað tölur eða notað hérna latnesk stafróf með stóru með litlu stafi, þannig ég gert svona, þá fer þetta hérna. Síðan get ég sett valueið hér til þess að hoppa fram með aftur. Ég get byrjað á ákveðnu og ég get sagt þannig að ég verið að telja niður. Þannig hérna get ég farið talið frá 3 og niður í 0. Síðan get ég verið með description listan, þar sem ég er með termið, hérna er HTML og þá get ég skilgreint fleiri en eitt hlut hérna það. Ég get skilgreint bara eitthvað eins mikið og ég vil. Og síðan kemur í raun annað element hérna. Þannig að þetta er svolítið skrítið að því leiti að manni finnst þess að það ætti eiginlega að vera, þú veist, eitthvað svona sem er að sem er að skipta þessu milli, en það er rétt að hafa þetta bara svona hvert, bara við höfum definition og svo kemur bara næsta term og það skilgreinir sig sem byrjun á nýrri einingu. Síðan eru formin, þau eru svona helsta leiðin fyrir okkur til að taka við einhverju gögnum frá notendum og þá er þetta bara allt frá því að vera bara, þú vilt leita að einhverju, þú slæðir það inn þá er það input reitur í formi yfir í það að vera bara langar umsóknir bara eitthvað og þá er þetta þannig að við búum til formið okkar, við setjum upp HTML fyrir það og við veljum hérna element og síðan er þetta sent á þá einhvern vefþjón, einhvern bakenda sem tekur við gögnunum og vinnur eitthvað úr þeim. Vistar þau í gagnagrunn, sendir tölvupósta, ítir ykkur á stað, kallar ykkur á vefþjónustur, gerir ykkur á græðir. Við munum ekki gera það í þessum áfanga, það er það sem við gerum í Webfortran 2 en það sem við munum nota er þegar við förum að nota JavaScript þá munum við nota svona form element til þess að fá inn einhverja interaction frá notenda þannig að hvort sem það er takki til þess að eyða einhverjum hlut eða bæta við einhverjum hlut eða eitthvað þá munum við nota form en form sem sagt nota þegar við erum að senda þetta á vefþjón þá nota þau sem sagt HTTP og þá er það í raun hvort við notum get eða post sem eru 2 aðferðir sem við getum notað og það er einu sem að form styður og get er þá að því leiti að við framkvæmum get fyrirspurn í HTTP og allar breytur sem eru í forminu okkar eru settar sem query strengur í slóðina sem við erum að fara að senda á og slóðina er skilgreind í action sem er hvert er þetta að fara. Þannig að ég get verið með form á vefnum mínum sem sendir á einhvern annan vef, inn á einhvern annan part af vefnum mínum eða bara inn á nákvæmlega síðuna sem ég er að búa til. Það er einhver bakvinnsla sem á sér stað á sama formi og er verið að birta vefinn og það er alls konar í þessu. En það eru síðan fleiri þegar við fyrir að skoða hvernig þetta virkar. Þá eru fleiri attribútar sem við notum. En fyrir element þá er input bara aðal gagnareiturinn sem við notum til þess að slá inn eða eiga við einhver gögn. Við erum með label sem að merkir þá reitin, þannig að það er ekki nóg að vera bara með einhvern input reit og ég veit ekkert hvað ég á að skrifa þangað inn. Þannig að labelið er það sem skilgreinir hvað er þetta. Ég er að biðja nafn hér, þú ert að skrifa nafnið þitt, símanúmer og svo framvegis. Og þetta er þá bara upp á aðgengi og bara gagnaskipulag að við sjáum hvað er verið að biðja og hvað
það felur í sér að fylla út þennan reit. Síðan ef við viljum fá marga línur af texta, þá notum við text area, field set, ef við viljum hópa saman hlutaformi. Þannig að ég vil biðja persónuupplýsingar hér, greiðsluupplýsingar hér, sendingaupplýsingar hér og eitthvað fleira. Þannig að ég get notað það til þess að hópa þessu saman og legend til þess að gefa þessum hópum nafn. Síðan er type inputið á inputinu, type attributið á inputinu. Ég ætla að sjá hérna hvort þetta hafi installast hjá mér hérna. Já. Þannig stýrum við í raun hverju við erum að biðja um. Þannig að ég get beðið text, þá fæ ég bara einhvern svona texta sem ég get skrifað hérna. Radio, þá fæ ég radio button. Hann þá þannig að ef ég er búinn að velja hann, þá get ég ekki afvalið hann. Þannig að ég verð að velja hann af einhverjum af honum eða systkinum hann sem eru skilgreind saman. Eða checkbox, þá get ég í raun hérna valið og afvalið. Input type search og það er í raun, þarna fyrir að koma aftur í svona mismunandi hegðun hjá mismunandi vöfrum. Það er engin munur á því hvernig þetta er birt hér, en núna ef við fer hérna og opna iPhone Simulator hérna, þá er ég í raun að simulera bara að ég sé að keyra iPhone hérna. Hann er reyndar svolítið lítill greið, ekki zooma inn heldur hérna. Þannig að hérna get ég gert eitthvað, kemur ekki einu sinni lyklaborðið upp. Ef ég gerir hérna e-mail, hvar ertu lyklaborð? Ja, þetta demo virkaði hræðilega. Einu svona gæti verið, hver veit, shut it down. Þegar ég smelli á þetta í iOS eða í Android, þá er mismunandi hvaða lyklaborð kemur upp. Þannig ef þið hafi verið, nice, ég ætlaði að skrifa netfangið mitt og þarna er bara @merki fyrir mig til þess að íta á og .com, en þið gera það ekki og þá er ég þarf að opna hérna submenu og velja hérna eitthvað. Þá er það út í því að þegar ég vel e-mail, þá getur vafrinn sagt eitthvað, hey, það er mjög líklegt að þau séu fara að vilja íta á @merkið, þannig að það er bara birt strax. Sama með URL, þá er //.com er bara til staðar, því að það er mjög oft í urlum sem við vinnum með. Sama með tel, þá fáum við upp í raun bara takkalyklaborð til að slá inn símanúmer. Number, aftur, range, þá fáum við svona stiku þar sem við getum dregið eitthvað svona óskilgreint á þar sem við þurfum ekki að fá nákvæmt, heldur svona cirka bát rangeið sem við erum að vinna með. Þetta er alltaf notað til þess að útfæra skröppera fyrir hljóð eða fyrir vídeó eða eitthvað slags. Date, þá erum við komin hérna með, getum við fengið date picker og þá er þetta einn date picker sem er bara skilgreindur af vafranum. Hann sér hérna, ok, þú ert í dark mode, þá farið þennan hérna date picker. Svo fyrir week, hann er ekki útfærir hér, hann er útfærir í Chrome. Þá fáum við svona til að velja vikuna. Fyrir tíma, þá getum við valið hérna, getum sagt eitthvað PM, AM. Daytime local, ekki útfært í Firefox. Color, fæ ég color picker, getum valið eitthvað lit hérna. Og þetta er í raun, þetta hefur ekki breyst mikið. Þetta var svona gett næst að þetta kom fyrir einhverjum 6 árum síðan, en svo hefur þetta ekkert voru svo mikið bæst við í þetta. En maður reynir að velja rétt input típur af því þetta getur svona lítill hlutur sem er næs. Það er oft mjög góður hlutur. Svo getum við skilgreint fleiri attribute á inputu okkar, þannig að við erum í raun að segja allmis, þetta hérna inntak verður á einhverjar breytu. Þegar þetta fer í bakgrunnslu í bakendanum, þá er þetta breytan sem þú sækir gagnið úr. Required, þannig að við getum sagt að vafrinn verði að segja, vafrinn leyfið þér ekki að halda áfram nema þú ert búinn að fylla út í þetta. Placeholder texti, disabled, eða ég vil ekki að þú getur slegið inn í þetta út af einhverju. No validate, ég vil ekki keyra villuchecka þennan reit út af einhverju. Og fleiri, það er alveg gomma af attributum þarna. Síðan þegar við erum að búa til þessu form, þá vil ég oft líka leyfa fólki að velja eitthvað úr lista. Þá getum við notað select og það er svona þessi fellilisti, eða drop-down list. Þá er innan hans option sem skilgreinir atriði sem við getum valið. Það getur haft value attribute ef við viljum hafa það ólíkt því sem á að birta. Og við getum hópað með opt group. Svo getum við líka notað datalist sem er tiltölulega nýtt, sem við getum vísað í úr input með list attributi. Þá
þá gefur datalist eitthvað ID, við smíðum með listattribútinu og þá getum við notað inputið sem svona autocomplete. Það autocompleter það úr þessum reit sem við erum með. Þannig hér fáum við nokkur form. Þannig að, ef við skoðum hérna, þá erum við með þetta form hérna. Þannig að þetta er eitt form. Það er með action að fara á google.com/search með method get. Það er með eitthvað leitarorð. Það er hérna input type search með name q og svo er það með button hérna og buttonið innan forms mun haga sér þannig að það mun submitta forminu. Það er líka til eitthvað sem heitir input type submit sem er gamalt svona, það virkar en yfirleitt viljum við nota bara button. Þannig að þegar ég er núna að skrifa hérna ASDF og ég að leita með Google þá fer ég yfir á google.com/search q ASDF og getum lært ASDF. Þannig að þarna er í raun þetta að get framkvæmir þetta bara eins og ég hef slegið inn með því sem action vísar á. Síðan er ég hérna með field set með einhverjum upplýsingum, text area, eitthvað input með placeholder. Þannig að placeholderinn gefur til kynna svona hintar hvað ég að fara þarna inn. Hérna er ég með svona radio buttons, eitthvað hérna. Hérna er ég með drop down með option, með select segi ég. Þannig að þá er ég með hérna select, ID color og þá er hérna labelið er óháð iteminu en það segir hérna ég er label fyrir og þá vísa ég með ID í elementið. Þannig að með því að tengja þetta saman svona þá get ég ítt hérna á þennan og þá er ég að aktivata elementið og ég geti líka tekið það og fært það eitthvað allt annað eitthvað hingað og ég er hérna og ég er að aktivata það samt að þegar ID er að tengja það saman gegnum skjalið, hvar sem það er. Síðan er ég með þennan datalist, þannig að ég get verið með hérna eitthvað input type text sem er þá með list languages og þá er languages hérna, datalist og þá er ég að fara að fá autocomplete með öllum þessum hérna gildum. Þannig að ég get byrjað að skrifa hérna eitthvað Java, þá fæ ég hérna niðri, sést illa kannski, JavaScript, sko japanska eða JavaScript og þá velur það og setur inn í raun valjúið sem er hérna þó svo ég hafi valið þetta hérna gildi. Sér get ég verið hérna með takka sem heitir með type reset, þá í raun nullar það allt formið, bara setur formið í núllstöðu, sama stöðu það var í upprunalega en að þetta hérna leitarorðið fyrir ofan er annað form, þannig að þetta eru 2 formelement hérna, þannig að þetta hér og svo þetta hér að þá resetar það bara því sem að takkin er fyrir innan. Síðan er ég með hérna þetta name sem er required, ég íti á senda og þá kemur hérna please fill out this field af því að ég sló það ekki inn, þannig að ég verð að gera hérna ok, nú má ég senda það. Þannig að nú sendi það hérna með post á skráning en þessi vefþjónn sem ég er að nota til þess að keyra glærurnar, hann kann ekkert að taka við þessu, þannig að þá kemur bara eitthvað melding hérna upp. En síðan þegar við erum að vinna með svona form, það sem við eftir að sjá síðan í vefþjónn 2 og bara ef þið haldið áfram og búið til eitthvað form, að það að setja required hérna er engin trygging á neinu. Þetta er bara til hægðarauka. Þetta er bara til að stoppa svona, úps, ég gerði þetta ekki. Þetta er aldrei til þess að staðfesta að einhver hafi skrifað eitthvað inn eða hafi gert eitthvað. Þannig að það er þannig að ef við skoðum hérna og nú er ég að opna DevTools og DevTools er eitthvað núna sem við verum að vera mikið með opið en þetta er svona developer tools sem er bara leið fyrir mig til þess að debugga og skoða vefinn minn. Það sem ég gæti séð hérna við sáum aðeins hvernig elementin er að haga sér. Ég get farið hérna og ég get gert eitthvað og ég get skoðað og séð já, þetta er þessi hérna, þetta er fieldsetið hérna. Já, betur hvað er þetta? Ég get hérna farið og gert scroll into view. Nei, þá segi ég, hérna er þetta. En ég get farið hérna og ég er hérna með þetta name og ég get bara fjarlæga þetta og þá er þetta bara, þú veist, og nú er búin að fjarlæga þetta check. Það er bara búið. Og þetta þýðir að við þurfum alltaf að staðfesta allt sem við tökum við frá notanda á bakendanum og alltaf áður en við gerum einhverja aðgerð byggða á gögnum frá notanda þá verðum við alltaf að staðfesta að við erum með leyfileg gildi. Af því að þarna koma öryggisúrurnar. En þetta þýðir þá líka ef ég fer hérna inn á HÍ og ég get farið hérna og ég get skoðað hvernig HÍ er að byggja upp vefinn sinn.
þannig að ég get farið hérna og skoða, ok, hvernig er menjúin hérna, og sjá hvernig það er. Þá getum við stækkað þetta aðeins hérna, svona, sko, hérna, nav, sama pattern og sko hann er notað til þess að merkja þennan hérna menjú, og svo sjáum við hérna til hliðar, þá sjáum við CSS-ið sem sýnir í raun bara hvernig þetta er birt. Hérna er reynda verið að nota float sem við munum sjá í næstu viku, er ekkert endilega besta hugmyndin, þannig að hérna getur líka farið að fikta, við getum farið að gera eitthvað svona hei, og þetta er svona, þarna munum við nota til þess að reyna að hafa svona, geta verið með puttana í því hvað við erum að gera og breyta og sjá hvernig vafrinn er að breyta út frá því sem við erum að gera. Bæði með HTML-ið okkar, sem ég get farið hérna og sagt eitthvað, ég veit ekki, ég get farið hérna og sagt eitthvað, skoða hvernig þetta er hérna, hvaða sóttvarnir gilda, Nú er reyndar út af því að þetta er svona eitthvað jáskrift, þá er þetta farið, þannig að ég verð að finna eitthvað annað til þess að fikta í hérna. Svo ég get farið hér, gert inspect, ég get farið og breytt ykkur hérna og sagt upphrópunarmerki, og þá breytist vefurinn hérna, þú veist. Svona gaman að fikta og prófa, og ég get farið hérna og ég get bara ítt á backspace og ég get bara eytt hlutum af vefnum. hi.is, það er ekkert á honum. Og svona getur maður verið með svona einhverja fyndna brandara ef maður vill. En aðalega munum við skoða þetta hérna til að sjá hvernig CSS okkar mun haga sér. Þannig að frá og með næstu þá munum við hafa DevTools alltaf opinn til að sjá hvað við erum að gera. Slökkum við því í bili. Þetta eru form, má sjá, eitthvað hérna. Brotinn hlekkur, ég laga hann á eftir. Þannig að einhverjum spurningur þetta. Mæli frekar með Firefox en Google. Ég er bara að vera, eftir því sem verið eldri, þá er ég alltaf svona þrjóskari og leiðilegri gamall kall. Og er bara eitthvað, Google er ömurlegt auglýsingafyrirtæki sem hann lætur út fyrir að vera tæknifyrirtæki, hann er auglýsingafyrirtæki. Við bara nota Chrome til þess að vita meir okkur. Og Firefox er miklu fallegra þegar það er open source. En þú veist, bara ég að vera með eitthvað vesen sko. Það skiptir í raun engu máli. Ég mæli með að nota annarkvort Firefox eða Chrome svona adjacent sem nota Blink eins og Vivaldi eða Brave sem eru þá aðalega út af DevTools. DevTools í Firefox fóru fram úr Chrome fyrir svona cirka ári. Chrome náði þeim en núna svona sama stað, betri á sömu stöðum. En þetta er mjög keimlíkt. Þannig að hvort heldur sem er, hvort sem þið notið, bara skiptir ekki öllu máli. Þá ætla ég að skipta yfir í annað, bara örstutt hérna.